Já, það held ég við bjóðum ykkur velkomin í þetta streymi Lengjudeildarinnar af toppslag Aftureldingar og IA sem að heimamenn taka á móti Skagamönnum. Kjartan Skagamenn þeir sitja í 3. sæti með 24 stig en eiga leikti góða á Aftureldingu. Aftureldingar eru efstir með 35 stig. Hvað snýst þessi leikur í dag? Hvað gerist? Þetta verður fyrst og fremst hörkuleikur. Já. Mikið undir fyrir bæði lið. Hvað er undir fyrir bæði lið, myndirðu segja? Ef Afturelding vinnur. Ef þú byrjar á IA. Það er mikið undir fyrir þá. Þeir vilja væntanlega pota sig að þessu. Já. Og eru nálægt þessu þannig. Þetta er ekkert. Þeir eru bara 2 stigum eftir Fjölni og eiga að leika á þá. Algjörlega. En ef Afturelding vinnur þá eru þeir með pálmann í höndunum. Já. Það var einhverjir að segja fyrir leik að ef Afturelding vinnur þá eru þeir bara komnir upp. Já, ég meina þá alltaf er það að líta ansið. Já. Og hérna kemur mótorhjól alveg askvaðandi fyrir framan okkur. Kannu sjá. Mikil stemning. Já, við getum með sannir sagt að það er búið að bæta valla með og meira til held ég í Mosó. Og líka við verðum bara að hrósa Skagamönnum líka fyrir frábæra mætingu. Þeir mættu á bankan fyrir leik og voru með eitthvað húllum hæ og rútur frá Akranesi. Og í baráttunum Hvalfjarðargöngin þá er þetta bara frábær mæting hjá Skagamönnum. Algjörlega. Þetta verður hörkuleik. Það er alveg kristaltæri. Já. Og byrjunliðið hjá Aftureldingu, það er óbreytt frá því síðast. Bjarni Páll, hann heldur sæti sínu þrátt fyrir góða frammistöður en hans Bjart Bjarma, hann er kominn á banni en Bjarni Páll segi, hann sýndi nóg í síðasta leik á móti Selfoss 9-0 til þess að halda sæti sínu í byrjunarliði. Annars óbreytt lið hjá Aftureldingu, ég held þetta sé, ég er nokkuð viss að þetta sé sama lið hjá Akranesi, og í síðasta leik, þannig að þeir gera enga breytingu. Og þeir eru á miklu skriði Akranesmenn. Heldur betur. Skaginn er með 13 stig í síðustu 5 og Afturelding með 15 í síðustu 5. Þeir hafa unnið alla leiki og Skaginn hafa unnið 4 og gert 1 jafntefli í síðustu 5. Þannig að þetta eru í rauninni 2 heitustu liðin í deildinni að mætast hérna. Já, það má segja það. Við erum vonað að hörku leik. Já, þetta er stórslagur. Það mætti segja það. Þetta eru líka 2 stærstu bæjarfélögin í eftir deild, næst eftir deild, eða ekki það? Já, Fjölnir er náttúrulega í Reykjavík. Já. Jú, þetta eru svona alltaf með þeim. Já, sem eru með top 3 í sínum bæ. Top 3. Hef ég haldið. Það er mikið undir. Ekki sérfræðingur í þessu. Hvað svona ber að varast fyrir heimamenn í liði Akranes? Þeir þurfa bara að passa sig á kraftinu sem að Skagamenn munu tefla fram hérna. Þeir munu væntanlega mæta dýrvitleysu til leiks. Já. Og þetta vinnst svolítið á vinnuseminni og eljunni. Já. Þeir eru auðvitað með Viktor Jóns frammi sem er búinn að skora 9 mörk í sumar. Mjög vel gert og Gunnar Bergmann og Rasmus fá það hlutverk að stoppa hann í dag. Einmitt. En hér er þetta að fara af stað. Segir bara góða skemmtun. Já. Ég held að það sé markaveisla á matselinum í kvöld. Já. Það verður Afturelding hérna. Spilir sig hérna að bolti farin út að sýnist mér, eða hvað? Hann dæmi boltan Aftureldinga manna. Og Jevgen
mikill fengur fyrir Aftureldingu að fá Rasmus í Já, heldur sitt lið í betur. sumar. Algjörlega. Kemur með reynslu og ró í Já. öftustu línu sem var mikill. Sjáu þið Ásgeir Martins gerir vel hann. Já, það er geðið leikmaður Rasmus. Já, frábær leikmaður. Svona leikmaður sem held ég að Mosfellingum hefur vantað í Algjörlega. allan annan tíma í næstu þessu deild. Það er alveg hárrétt. Að fá svona reynslubolta, góður í klefa, frábær leiðtogi og svona hann bara sér alla vörnina, talar Einmitt. allan leikinn stöðugt. Góð fyrirmynd. Hér koma Skagamenn. Það er eitt langur. Það er Jóhannes Val sem er hérna í hafsendinum og er að skatta þessu frábæra hári. Gerði það ekki þegar hann var að spila með Vali. Já. Og Arnleifur er út í vinstra megin. Jóns Val með 2 mörk í sumar. Það er hörkuspilari. Já, hann Virkilega góður. kannski var smá undir barðinu hérna hjá Val. Það var ekki talað nógu vel hann kannski í fjölmiðlum en þetta er fínn leikmaður. Já. Hérna er Elmar Kogic. Hann hefur farið hamförum í heldur síðustu betur. leikjum. Það er gaman að sjá hvað hann gerir. Elmar er markahæstur í deildinni og hann er með 10 mörk í síðustu 5 leikjum. Það er ótrúlega staðreynd. 10 mörk í síðustu 5. Ótrúlegt. Rasmus gerir þetta vel. Aron Eli sker inn. Prófa þetta niður hérna. Bjarni Páll. Hann er uppalinn í Víking. Eins og hann Ásgeir Frank líka. Og heimamenn halda hans í bolta núna. Fór í hendina á honum. Hendi vilja þær Skagamenn og fá ekki. Dómarinn segir áfram. Áfram með leikinn, segir hann. Og Skagamenn eru hátt uppi núna í smá svona hálfpressu einhverju. Skallað fram en Arnór Gauti ákveður að allt þetta ekki. Arnór Gauti skoraði ekki í síðasta leik í 9-0 sigri. Hann hlýtur að vera hungraður í dag. Heldur betur. Algjörlega. Hvernig ætli tilfinningi sé fyrir framherja að skora ekki í 9-0 sigri? Hún er sjálfsagt ekki góð. Hann er flottur leikmaður á eftir að koma sterkur inn í næstu leikinn. Sjáum hérna hvað hann er duglegur, pressar. Já. Gerir svo mikið fyrir liðið. Fyrri leikur liðana á Akranesvelli fór með jafntefli þar sem að Skagamenn skoruðu seint í síðara hálfleik minni mig og Afturelding fengu rautt spjald. Það var mjög umdeilt atvik í byrjun sumars. Þannig að það var hörkuleikur á milli þess að tveggja liða í sumar. Það fer allavega ekki 9-0 eins og í síðasta leik. Það er alveg... Nei, það verður aldrei. Það verður ekki sko. Þetta verður háspennu leikur. Skagamenn eru mjög þéttir og Aga er gott skipulag hérna á þeim í varnarvinnunni. Koma hátt á völlin, við sjáum öftustu línu á þeim bara við miðjuna núna. Jón Þór var auðvitað byrjun sumars og gekk Skaganum ekki vel og hann var svona það voru kannski einhverjar að kalla eftir höfðun á honum en sá hefur svarað fyrir sig. Já, heldur betur. Kom þetta bara með grasinu að grasið var grænna hann á Akranesi og völlurinn var betri eða hvað? Það getur verið. Hver er lykillinn að þessu fyrir Skagamenn? Að snúa genginu við svona? Bara mynda góð stemmingu. Það hefur verið yfirleitt einkennt í að góð stemming. Fara langt af því. Góð bolti hérna hjá Arnóri Smára. Hann er með þetta skemmtilega númer 88. Já. Elmar mjög djúpt hérna og hælar hann kannski einhverju stælar en áfram með þetta.
boltinn á tegin en hann fer ekki að varnarmanni og það er markspyrna. Virtist ekki fara þarna í tásurnar á varnarmanni Aftureldingar. Bæði lið svona passív til að byrja með. Já, Mikið það er svona undir, verið að þannig að- þreifa fyrir. Mikið undir þannig að fara varlega á stað. Fín pressa hjá Góð Skagamönnum, pressa. maður. Uppsker innkast. Já, þetta 9-0 sigur í síðasta leik hjá Aftureldingu sem að var í rauninni bara ótrúlegt. Ótrúlega leikur. Það hefði mátt halda að Astrid Lindgren hafi verið að semja handrita af því á þeim leik. Já. Þetta var ótrúlega leikur. Skrýtaði lýsanum. Já, Mikið af mörkum. Skaginn unnu Grindavík í síðasta leik í Grindavík. Mjög sterkur sigur hjá Já, þeim. góður sigur. 2-0, heldur hreinu. Hérna er boltinn á tegin, skalla frá. Skagamenn hérna. Að róa þetta niður. Já, frábært að sjá hvað eru margir mættir. Já, Þetta er það frábært sem að sjá þetta. við viljum sjá í íslensku fótbolta. Það er smekkfullt í dag Einmitt. og Lengjudeildin er að blómstra. Já, já, já. Frábær deild Frábært deild. og við viljum fá meiri umfjöllun um þessa Já. deild í hlaðvörpum landsins. Sammála því. Boltinn fram hjá Árna Marino. Frank einn á báti hérna en finnur ekki samherja. Arnór Smára með frábæran bolta. Steinar Það var hérna. að Gísli Laxdal sem er auðvitað á leiðinni í Val eftir tímabilið og svona, maður hefur ekki séð þetta ofta áður að leikmenn klári tímabil en eru búin að semja Já, fyrir. einmitt, það hlýtur að vera spes. Boltinn á teig hérna og skalla frá hjá Rasmus. Gerir vel hérna Rasmus í vörninni og Oliver Bjerrum með einn langan og Arnór Gauti er hérna 1 og 2. Hann er snöggur og hann er sterkur. Heldur honum vel uppi og finnur Kókits í svæði en erfið sending. Jónas Val sparkar bara tilbaka á Árna Marino. Aðeins svo fástar á því Gautið þarna. Vantaði smá mýkt í þetta. Já. Árni Marino kom auðvitað í Skagaliði á síðunum tíma í samkeppni við hann Árna Snæ og hefur bara staðið sig mjög vel. Frábær markmaður. Algjörlega. Gaman að sjá unga íslenska markmenn Já. fá að spila og þróa sinn leik. Einmitt. Sjáum hérna eitt langur á Skaganum en þetta er Aron Nili með sennilega. Allt er eðlilegt, já. Bara aftur heima á Jevgen og erfið sending á Rasmus sem að stýrir þessu bara út fyrir. Þetta er eilítið meiri kraftur í Skagamannum Já, Aftureldingu. ég verð að vera sammála þér. Skagamenn líta bara mjög vel út Já, þeir gera það nefnilega. og þeir eru up for it eins og Breiðin segir oft. Einmitt. Jónas Val, Þeir eru eitt langan hérna. Aron Nili skallar þetta burt. Skaginn svona fyrirfram það voru flestir að spá þeim efsta sæti í Einmitt. deildinni og þeir áttu að labba með deildina en Já, já. Annar komið raunin á er daginn. önnur Einmitt. og Aftureldingarliðið kom mörgum á óvart. Heldur betur. Þeir hafa auðvitað ekki tapað leik í Þeir sumar hafa ekki tapað leik. Þeir bjóstu því. Ótrúlega gengi. og Hingað til. ég held að Breiðablik á sín tíma hafi gert þetta líka í næsta þessu deild. Já, já. Ekki það að Afturelding sé að fara að klára þetta beat and run en Já, ná ekki vonað því. það er samt gaman að vita því að þetta sé hægt. Já, einmitt. Þannig Skagamenn. Gaman að sjá Jónas Val hérna í hafsend. Já. Bakverður svona að upplægi en vinstri fótar hafsend og með þetta síða glæsilega hár og búinn að hendi þetta flotta tann. Já. Og hérna kemur hann með eitt langan í eltingaleikur hérna og þetta er stórhættulegt en Jevgen kemst inn í þetta. Stór hætta þarna. Frábær sending hann Já. hjá Jóhannes. Og mýkt í þessu. Frábær sending.
Heimamenn sleppa með þetta. Aron Rasmus. Gengur ekki inn á Aron Eli. Ásgeir tapar skallaboltanum og koma Skagamenn. Sýndist nú vera brotið á honum en áfram með leikinn. Aron Eli heldur þessu vel og Ásgeir Frank. Það þokkalegi fótboltaheilinn á þeim gæja. Já. Það vantar ekki. Georg Bjarna, nýbúinn að skrifa undir 2 ára samning. Já. 2 more years, segja þeir. Þeir syngja það í stúkunni. Besta mál. Já, frábær sending hérna hjá Oliver Jensen og enn betri sending hjá Elmar Kogic og boltinn á teiginn en þeir díla við þetta Skagamenn. Mjög vel spila hjá heimamönnum. Aron Eli með hellingasvæði kemur inn á teiginn en það er engin léleg sending bara einfaldlega. Hann á að gera betur hana. Hann á að gera betur. Við vitum hversu góður hann er og hann á að gera betur hana. Það er klárt. Spurning hvort hann hefur fengið sér Singarborgaramáltíð fyrir leik. Kenny? Já. Er það ekki Merka Moselsbæður? Kenny? Það er vont að segja það en ég myndi segja það. Já, mögulega. Nei, ég segi svona. Mest iconic Kenny, mögulega. Já. Á landinu. Marspilna. Heimamenn heppnir hana. Aron Rasmus. Og Gauta og hann er stífdekkaður. En Jónas Wall er einhvern veginn allt í öllu hérna fyrir Skagamenn þessa stundina og Jónas Wall er bara að keyra upp teiginn en Jevgen grípur inn í. Skagamenn aðeins betri. Já. Það er svona meiri kraftur í þeim. Þeir vilja þetta, greinilega. Svona smá bara, búin að koma 2 kaflar hjá heimamönnum en annars eru Skagamenn bara gera þetta virkilega vel. Ég held að þetta sé fyrsti leikurinn hérna heimavellir þar sem að heimamönnum líður aðeins óþægilega. Já. Ég finn það bara á þeim. Það er nefnilega rétt metrið þér held ég. Vel spilað samt sem áður. Já. Aron Eli boltann á teiginn og fer af varnarmanni en fer ekki út fyrir það því að Árni Marino er á góðum stað. Jónas Wall hérna með einn háan. Skagamenn haldi í hann. Arnór Smára með sjáuði þessa sendingu en Aron Eli er 2.25 á hæð. Gera þetta 3 núna, farið eitt langan út á kantinn. Það er svona greinilega upplegið á hann. Þetta er svona Jón Þórs leiðin. Einmitt. Þeir eru auðvitað á útivelli og það færði ekkert gefins hérna á malbygginu. Nei. Hér er Ásgeir. Arnór Gauti er á að vera rétt staður. Hvað er hann að spá? Já. Þetta var ótrúlegt. Hann bara fattaði þetta ekki. Já, þetta var skrautlegt. Arnór Gauti var rétt staður hérna sýndist mér en nefndi ekki espan. Skagamenn fari í eitt langan en þessi fyrir aftur fyrir. Jevgen finnur Ólafur Jensen sem að fær hérna góða pressu aftan í bak frá Arnóri Smára sýndist mér. Ásgeir Frank, Ólafur Jensen aftur, vel spila, Bjarni Páll, þríðning hérna, Kogic, tækling, Kogic stendur upp en Skagamenn vinnan hérna, þetta er það sem Skagamenn vilja. Og Skagamenn ennþá með hann og það er hornspyrna fyrir Akranes. Og þeir fá vænt lóatak frá gestunum. Það er engin smá fjöldi komið frá Skaganum. Þetta er geggjað. Þeir eru að digga stuðningsmenn. Já. Það fer ekkert á milli mála. Gaman að sjá að það er einn í Lingardból hérna í stúkunni.
Hvað gerist hérna? Taka þetta stutt eða hvað, hann kemur hérna að býðu sig. Ingi Þór og skalla frá. Ingi Þór. Boltinn á teginn Frábær bolti. og fjær skallaði yfir. Fínt hjá Akranes. Já, það er kraftur í þeim. En hér kom afturölding. Elmar, Gauti rangur. Gauti hérna í... Gauti ekki alveg svona að finna hlaupin. Nei, það er eins og hann sé ekki í takt. Það er eins og hann hafi... Já, hann er eitthvað... Það er eitthvað angrann heldur. Já, það er eitthvað aðeins að stilla sig. Ná koma Skagamenn. Það er bara eins og hann standi í einhverju stéttafélagsbaráttu eða eitthvað svoleiðis. Það er eitthvað þungt yfir honum. Það eru leiðilegir kjaradeilu. Já. Einmitt. Það var Rasmus á Arnór. Já, gerir þetta vel. Elmar fær hann. Já, Georg fær hann aftur eða hvað? Aðeins og fastur á því. Skalla frá í Akranes. Árni Marino. Það er bara eitt fram. Georg fær hann yfir sig, hann sleppur með þetta. Georg. Bjarni Páll. Frank snýr hérna af sér hérna, vel gert. Rasmus. Aron Eli. Spænir upp völlinn. Frábæla spila núna þessa stundina. Afturelding vill gera þetta núna, halda Skaganum aftalega á vellinum og spila sín á milli en þeir vinna hérna. Klauvar. Vinna hann aftur hins vegar. Þetta er svolítið mikið ping-pong núna. Já, mikil barátta. Broti á Rasmus. Hvað svona, hvernig greinir hann að leik núna eftir 19 mínútur? Bara þvílíkur kraftur í Skaganum. Það er bara þannig, Skagamönnum. Já. Afturölding þarf aðeins að svona vinna sinni Þeir leikinn. vita hvað er í húfi fyrir það. Já, það er greinilegt. Afturölding þarf aðeins að svona... Er þetta svona leikur fyrir Skagan sem að er auðvelt að mótivera sig fyrir? Ég myndi halda það. Það er bara allt undir fyrir bæði lið samt í rauninni, sko. Já, en mikið meira undir fyrir Akranes, myndi ég segja. Já, þeir þurfa helst að vinna. Þeir... Afturölding Afturelding eru fín kannski úrslit fyrir heimamenn, sko. Hérna er Arnór Gauti á hlaupum. Arnór Gauti á Elmar með skotið en yfir... Fín sókn, betra. Já. Miklu betra. Þannig að hekkið þá. Elmar, ef hann kemst í hálffærið þá skýtur hann. Já. Það skýtur við öll tækifæri. Skotglaður. Það er ekki að skjóta. En það er kannski ástæðan okkur hann er markaðstur deildinni frá af hægri kantinum. Það helst oft í hendur. Hann auðvitað skoraði 5 í síðasta leik og Selfoss, sko, þeir lágu bara eins og Sundlaugin á Selfossi. Já. Með fullri vinningu fyrir þeim. Já. Það er Ásgeir. Brotið á honum. Mínútur liðnar. Hörkuleikur, eins og við áttum að Já. Topp slagur og hann er físikal, þessi leikur. Já, heldur betur. Og Bjarni Páll. Gerir þetta vel. Elmar. Sker inn, já. Ætlar að finna Gauta en hætti við. Georg. Og Elmar fær hann aftur. Ásgeir. Ásgeir er ekki mikið búinn að sjást. Nei. Verð að segja það.
Jefgen, Skaginn í þrýstir hátt upp núna og margir hjá afturlíku hægra menn á vellinum. Frank á Elmar Og pressa svolítið slaga núna. Elmar, Svolítið lengi á honum en já, ágætlega skilur gert. hann frá sér, gerir þetta vel. Rasmus. Já, gerir vel. Það er Elmar. Já, vel spilað. Bjarni klaufið Páll hana. alltaf hælan hana, kannski smá óþarfi. Já, Og heimamenn gátu reynda að vinna hana hátt á vellinum en gekk ekki. Jefgen, núna er tíminn held ég fyrir heimamenn aðeins að taka völdin á leiknum. það er rétt. Skaginn kannski aðeins farnir að þreytast. Búnir að standa sem mikla pressu hjá Skaganum. Já, Og nú er lag fyrir heimamenn aðeins að vinna sinni leikinn betur. Frank gerir vel. Arni Eilíf Komin inn á miðjuna. Óli Jensen. Hérna er Ásgeir Martin sem hefur lítið sést. Arni Eilíf. Já, léleg sending. Þetta er sjálft séð hjá fyrirliðanum. Já, Þá koma Skagamenn. Ask vaðandi upp völlinn. já. Frábær tækling hérna hjá Georgi. Og heimamenn eigan fljótar að taka. Elmar Kukic getur lægt á stað. Svolítið fálegaður í sókn, ég verð að segja það. Arnór Gauti. Brotið á honum og hvað nú? Það voru fáir eftir í sókn og fáir eftir í vörn og það er gult spjald. Og Arnór Gauti er ekki sáttur, hann vildi fá meira þarna. Hlynur Sævar braut á honum. Já, það var gott brot, hann var búinn að missa hann. Já, þetta var frábært brot. Já, klókur. Það er ekta Skagabrot. Já. Stúkan syngur rauðarspjaldi, hvar er þú? Já. Það er kannski full mikið að ætlast til þess. En þetta er, já, hvað geta afturling nýtt sér þetta? Klálega, þeir eru góður í fyrstu laukadröðum. Það var Ásgeir Martins. Ásgeir. Þetta er ekki góð spilna. Hann missir hann og Martin það er hérna var í framhjá mark. og stúkan hélt að hann Já. var inni. Og þú líka. Já, ég líka eiginlega sko. Hann fór hérna í stöngina aftan Já, og þaðan í netið einnig að aftan. þetta var kostulegt. Að Þetta hefði mátt fagnaði vera svona mark. helmingurinn á stúkunni. Já. Árni Klaufi hérna að missa. Já. Gerði alveg skelfilega. Árni Marino, mikill klaufi en Slapp með þetta. þeir hefði þetta nýta þess að þetta betur heim. Já, heldur betur. Þá koma Skagamenn. Mikið að fara upp hægri vænginn. Það er greinilega upplegg hjá þeim. Herja svolítið þar. Já. Og pressa hérna. Elmar. Þetta er Léleg ekki góð sending hjá Ólaug Jensen. Það þurfum við betri sendingu. Leikmenn sem hafa spilað fyrir Akranes og Afturlendingu. Bjarki Steinn Bjarkason. Eyþór Aron Völler. Já, Eyþór Völler. Við komum að Skagamenn hins vegar. Ásgeir gerir vel. Þá er það bara skotið. Þetta er Og æfingu þetta bolti. Arnór Snær. Já. Já, Arnar Snær, einmitt. Já. Þetta eru Já, já. vinafélög. Já. Við erum örugglega að gleyma helling. Já, Ég held að já, áhorfendur séu við- brjálaðir núna að við séum ekki að nefna einhverja hérna frá Við 8. áratugnum. ungir maður. Það var Ásgeir. Það var Aron Eilíf, já, vel spilað. Rasmus. Vel spilað núna en Góð pressa á Skaganum. er að pressa vel. Þetta er ekki góð bolti. Jónas Wall er bara sultu slagur Já, já. Og Indri Áki.
Egil langur upp hægri kantinn enn einu sinni. Já, Frábær touch. móttaka. En Rasmus gerir vel og þetta er Rasmus. heimamanna Já. eða hvað, já. Rasmus betur en enginn hérna í Heldur betur. stöðu. Og já, dómarinn vill stoppa leikinn. Ég veit að Rasmus fái sér alltaf sveppasúpu 3 dögum fyrir leik. Það er lykill. Já, Fá sér sveppasúpu. þeir eru vist rosalega góðir fyrir undankeppni. Já. Hér er Skagamenn gera vel en frábær tækling af Frank. Mikil stöðubarátta. Gauti hérna að sleppa. Já, einn á einn gerir staða vel. núna. Aron Elí. Róa þetta niður. Aron Elí sker inn. Róa þetta niður. Ásgeir. Já, vil spila. Ekki góð setting. Nei, þeir eru svolítið bara að Aðeins þreifa óþolinmóðir. fyrir sér núna Já, afturlending og svona finna leikilinn til að opna vörn nýja. það vantar bara meiri þolinmæði, sko. Já, það er ekki að gerast núna Nei, og það er kannski að framkvæma aðeins betur. einmitt. Og hérna opnast Jæja. mikið. Aron Elí inn á teiginn en Jónas Val gerir vel. Boltinn þetta verið Elmar og hann hótar skotinu, fer utan á, snýr við. Aftur á Aron. Hvít bolti. Það vantar bara menn, að Já. mínu mati. Og hann boltinn bara- fer já, út já. fyrir og Skagamenn eiga þennan. Skagamenn hérna með yngasti. Það er eitt langan, Rasmus er með þetta væntanlega. Já. Jú. Aron Elí. Spila hérna ágætlega. Elmar. Tilbaka, Georg. Og það er Rasmus. Ásgeir. Hér er lag. Já, þetta er vel spilað núna. Bjarni Páll. Georg Klaus, hvað gerir hann? Hornspyrna, já. Horn, núna er tækifæri. Betra, já, þetta er aðeins betra frá heimamönnum. Þeir eru svona aðeins að vinna sig inn í leikinn. Sjáum hvað gerist hér. Já, við kaustum kveðja á alla heim í stofu. Já, Takk fyrir að takk fyrir að tjúna inn. hlusta. Við metum þetta til Já, mikils. já, klálega. Þeir sem að sáu sig ekki fært að mæta, þeir Já. eru eflaust að horfa. Með mitt. Boltinn á teginn og skallinn Aftur hornspyrna. framhjá Horn. Hörku færi. Hörkubolti. Já, já. Sástu hvort það hafi verið með vinstra að hægri hjá Martins? Sá það ekki. Hann er duglegur Það að tekur skipta með hægri milli. núna. Já. Held þetta hafi líka verið útsvingar á hann. Ásgeir Martins. Inn á teginn, aftur frábært tótt, en skalla frá. Ásgeir Páll, nei, Bjarni Páll, segi ég. Ásgeir Martins. Vel unni hjá Gunnari. Vel gert hjá Gunnari. Hafsend. Á boltinn, inn á teginn. Hefði nú getað farið í skoti. Aron Elí, skjótu og vel varið! Æjæjæj. Frábæra var hjá Já. Árna Marín og hérna Þetta var færi. Þetta vanda var sína færi. vaxið. Uss. Hann sá hann líka held eins og seint. Já. Erfitt fyrir markmann að sjá hann hérna sólinn lík í augunum á honum og 2 ef ekki 3 varnarmenn fyrir. Ég hef bara viljað betra skot frá Aron Elí. Ég veit Já. hvað hann getur, sko. Hann getur betur, strákurinn. Hérna var langbesta færi Já, heimamanna. langbesta færi. Og þeir eru að, Heimamanna. aðeins að Þeir eru að vakna. vinda upp á sig. Já. Gunnar Bergmann stígur aðeins á hann hérna. Rasmus. Róar þetta niður.
Skemmtileg sending, Aron Elí með pláss. Hérna hann farið út af eitthvað, hann heldur hann inn á. Elma með skotið og Árni Marino er að eiga flottan leik hérna í dag. Í fallega blárri treyju. Lítur bara nokkuð vel út líka. Flottu standi. Já, gott standi á hann. Má ég við það. Og ég gef honum virðingu fyrir þetta. Það er erfitt að spila á móti Sól. Ég var nú í marki henni í den og það er ekki draumurinn. Já, það er alveg rétt. Það var Skagamenn. Það spilir svo bara vel núna og þeir halda hans í hann, Jónas Val. Hann fer alltaf langt, það er bara málið með Jóhannes. Gunnar Bergmann díla vel við þetta og Viktor Jóns í pressu. Gunni, Arnór Gauti á rangstæðu þegar sending kom. Rasa passa hann á stöðuna. Skagamenn. Arnór Gauti er ekki alveg heill. Nei. Ég sé það bara á hann. Já, það er sennilega rétt. Ég þekki það vel og hann er í smá vesenni. Já, getur betur. Boltinn út af hjá Skagamönnum. Þetta minnir bara Jason Tatum í leik 7 á móti Miami. Já, litli leikur sem það var. Já, þannig. Hér koma afturhalding. Ásgeir Martins kominn út hægra megin og Kokits er núna vinstra megin. Það er breyting frá Magnúsi, Má. Sjáum hvað það gerir. Rasmus. Ásgeir. Vil spila í heimamönnum. Hjalti Páll, hann kemur svona djúpt á völlinn og færa hann. Aron Elí kominn hérna bara hægra megin, það er bara eitthvað hérna í... Já, þetta er svolítið skemmtilegt. Þeir eru að finna nýja leiðir til þess að opna Skagamenn. Bjarni Páll kominn hérna bara í bakvarastöðuna. Já, áhugavert. Þeir eru að overlóta bara allstaðar. Arnór Gauti núna hægra megin. Ásgeir Frank. Aron Elí. Elmar hérna í tíunni. Jæja, nú er lag. Svæði. Bolti fyrir. Fínbolti. Ágætisbolti. Dettur hérna fyrir hvern. Skagamenn komið sér burtu. Bjarni tilbaka bara, já, hendi eða hvað. Pressa hérna á Viktori. Já, Viktor Jóns líflegur í pressunni. Hann á kærustu sem er á Mosó. Já. Þannig að það er tenging þar. Nú er afturhilding hérna, kíkir upp sókn. Tapar hann með sér en vinna hann aftur. Rasmus. Georg. Þetta er erfiður bolti. Kanalinn en... Það vantar meiri þolinmæði. Lágu ekki svona á að fara í hennar bolta. Þá komum Skagamenn. Gísli Laxdal. Ekki mikið sést í þessu leik. Nei. En hvað Mjög gerir hann lítið, hér? en hérna kemur boltinn, frábær bolti og það er á 1-0. Gísli Laxdal ekkert sést en þegar það skiptir máli þá dúkkar hann upp með þessa frábæru fyrirgjöf. Frábær fyrirgjöf. Hitti hlaupaleiðin og mark. Skyndisókn á sviði Skagamanna. Þarna sjáum við heimamenn á verðinu. Í miður fyrir Mosfellsbæ. Þetta er bara mjög vel gert hjá Akranes. Og Gísli Laxdal, hann þarf ekki mörg tækifæri til þess að sýna gildi sína. Gæði leikmaður. Þetta er skellur fyrir heimamenn. Það verður að viðurkennast. Það er ekki oft sem að þeir lenda undir í svona. Nei. Það verður gaman að sjá hvað þeir gera. Einmitt.
svona reynir á menn að Já. Hverju eru byggðir? Það er Ásgeir. Viktor Jónsson greinilega sem að skora þetta mark. Já. Þetta fór hérna af Þetta var einhver einum og í annan en sá það ekki alveg, en ég held að það sé Viktor Jónsson að því að Skagamenn eru byrjað að syngja hann. Þetta er eini leikur sem er í kvöld í Lengjudeildinni. Það eru 4 leikir á dagskrá á morgun. Það kemur Bjarni Páll. Óli Jensen á Georg. Hanski Frank. Rasmus. Já, leikirnar á morgun sem ég var að tala eru Fjölnir Selfoss. Leiknir tekur á móti Þórsurum sem að hafa ekki safnað mörgum stigum á útivelli. Nei. Njarðvík tekur á móti Grindavík. Það er Suðurnesjaslagur af bestu gerð og Vestri tekur á móti Gróttu. Gróttumenn að fara vestur, fóru væntanlega í dag ef ég þekki á rétt sko, en það getur reyndar að fara snemma í fyrirmáli. Leikurinn er klukkan 2. Allir þessi leikir eru klukkan 2 á morgun. Ok. Og fólk fylgist bara vel með því á morgun og tekur þetta með Hafum kvenna. Jú, algjörlega. Ekki? Við leist hjá Árna. Rasmus vinnur hann ekki. Gunnar hins vegar vinnur hann. Viktor öflug í loftinu. Gerir vel. Aron Eli fær hann, róar þetta niður. Sigurinn á Skagamann galopnar þessa deild, það er bara þannig. Já. Já, svona... Já, svona, ég segi nú ekki galopnar en... Nei, en það svona opnar þetta allavega. Gátt að einhverju hurð. Já. Sem er til. Já, skulum segja það. Opnar einhverja smá glufu að testa afturlendingamenn því að þeir eru ekki reynslu miklir og þekkja kannski lítið að vera í þessari stöðu. Þannig að það verður gaman að sjá úr hverju þeir eru byggðir eða þeir tapa þessu leik. Akkurat. Skoti hérna. Árni Marino var á fínu staði. Ég veit ekki alveg hvað Martins var að reyna þarna. Ásgeir Martins. Nei, það var svona bjartsýni í meira lagi. Það koma Skagamenn. En þetta hvergi er búið. Já, hellinga eftir á þessu leik. Skagamenn með þetta ekki. Góð pressa og hvað? Ásgeir. Skotið og Árni Marino ver aftur. Vel staðsettur. Lélegt skot. Já. Ekki alveg nóg gott skot. Þetta hlýtur að veita þeim innblástur. Já. Smá spark í rassinn. Það hlýtur að vera. Dómarinn beitir hagnaði, Indriði hérna. Afturhalding fær innkastið. Góð pressa. Skagamenn ekki sáttir. Gauti. Ásgeir hérna. Og það er Rasmus. Fær hann aftur. Bolti hana, ég elska svona sendinga milli lína. Já, hafsendum. Harry Maguire þekktur fyrir þetta. Já. Hendi eða hvað? Nei, innkast. Góð varnarleikur. Innkasti hérna. Gauti ætlar að fara í langt innkast. Góður í því. Það er nýjan bolta. Skall þetta burt, Skagamenn. Skotið hérna en þetta fer í Skagamann. Út af innkast. Já, núna þurfa heimamenn að taka svona góðar, já, þessar 5 mínútur sem eru eftir af þeirri hálfleik og rífa sig hans í gang. Algjörlega. Elmar. Rasmus.
Var hann aftur hérna. Rasmus, núna detta skamenn hans niður sem Já. er bara mjög eðlilegt, Jú. skiljanlegt. Eitt Í hann raun. lifir. Þeim liggur ekki lífið á. Nei, þeir hljóta bara að vilja halda út fyrir hálfleikinn Já. í 1-0. Af hverju ekki aftur að Rasmussen? Já, ok. Elmar, hann er búinn að þurfa að koma djúpt til að fá hann í dag. Björgvin Uppleggið á fyrir. skagamönnum er greinilega að loka vel á hann. Þetta er ekki góð fyrirgjöf. Bara fast í Elmar. Þorsteins og Þetta getur verið gult spjald. Núna og gult spjald sem Já. er mjög hart, finnst mér. Já. Saman það. Vel gert hjá Steinari. Hraði í stráknum. Þá er það Arnór Smára. Nú byrjar hann að flauta eitthvað hérna og svona sveittur aðeins að Já. þurrka sér. Einhver kýtingur hann Já, Arnór Smára tekur svona Frábær bolti. grasskötter en ukrainski markmaðurinn grípur inn í. Jú. og vandar Nú er sig lag. þarna. Aron Eli. Eins og fastur á þeim. Þá er Ásgeir. Sleppum með þetta. Ásgeir inn á teginn og Gauti Já. Það Gauti að vera aðeins Það var- ákveðnari. opilegt. Drífur sig á næstönginu. Og brotið á skagamönnum. Bjarni Páll með brotið. Og skagamenn eru bara að gera allt rétt hérna. Þeir eru að fá Já. fín brot og þeir eru að Klókir. verjast vel, þeir eru að sækja vel, Einmitt. skyndisóknir. Þeir kunni þetta. Jóhannes Val. Nú skagamenn. Þá kemur Jóhannes Val. Já, hvað þýðir þetta fyrir Skagan að koma 1-0 yfir í hálfleik? Flott staða og bara hægt að byggja þessu. Alveg klálega. Það var bara væntanlega múra fyrir og sigla þessu heim. Arnór Gauti Já, vel spilað. og þeir lendi í smá þvögu núna. Akranes liðið þeir eru mjög snöggir í sína stöður, varnarlega. Já, gerir þetta vel. Útrúlega segir, hendi eða hvað? Nei. Ásgeir Frank. Og hérna koma Ía í aðra skyndisókn. Og Gísli Laxdal en aðeins óheppinn hana. Vel gert Oliver. Bjarni Páll snýr með hann og finnir skallan á Gauta hana. Myndalegu skalli, Já, glæsilegu skalli. nýbónaður og flottur. Hann er eitthvað þreyttur kallinn, Já, sýnst mér. ekki alveg upp á sitt besta. Þeir eiga auðvitað Andra Frey á bekknum sem að Jú, jú. skoraði mark í síðasta leik, kom inn á og gerði gott mark. Kóngurinn eins og ég Já. kýsa kallan. Það er Fjóð. Það er ekki amalegt að eiga hann Eiga hann á bekknum? Já. Hér koma skagamenn. Tapanum Elmar með pláss. Já, Elmar. Keyrir bara á þetta, vel gert. Sterkur. Jæja, nú er lag. Aðeins og föst Innarlega, já. Það er vilja betri sendingu. Það er bara kjör staða. .45 komnar á klökkuna, uppbóta tími. Arnlaugur Hjörleifsson Sá nú er ekki bara hver hann mjög var. solid í dag í vinstri bakverði. Já, sammála því. Skila sínu mjög svona, sýnist verið að leikmaður bara á gamla skólanum og hérna kemur hálfleiksflautið og
Við tökum okkur stutt á pásu, það er 1-0 í hálfleik fyrir Akranes. Við sjáumst eftir smá.
Held ég. Þá að styttast í seinni hálfleikinn. Leikmann að labba út hérna og við svona skimumst fyrir einhverjum breytingum á liðunum núna. Arnór Gaut allan ekki farin út af. Það fróðlegt að sjá hvað heimamenn gera í seinni hálfleik. Já. Þurfa aðeins að spýta í, gera betur. Þetta lítur vel út í Skagamönnum, það er kraftur í þeim. Já, þetta lítur bara mjög vel út. Góð staða. Draumastaða. Já. 1-0 yfir á útivelli. Þetta var kunnugleg staða fyrir Aftureldingu upp á Skaga. Já. Mér sýnist liðinu vera óbreytt. Já, sýnist það líka. Já, Skagamenn hefja seinni hálfleikinn hérna og þeir fara í einn langan strax út í hægra horn. Eins og svo oft áður. Skalla frá. Virðist þeirra uppleggið þannig að neglunum út á kantinn hana. Já, Viktor Jóns í baráttunni Rasmus. Skagamenn halda fram að pressa hátt hérna í seinni hálfleik. Það er bara, þeir víki ekkert frá sínu plani. Einmitt. Gauti eins og það duglegur í pressunni, eins og svo oft áður. Gríðarlega vinnusamur. Rasmus. Finnur Ásgeir og Aron Eirlíf farinn hérna. Hann vil spila. Ásgeir. Ætlar að finna Gauta en gengur ekki. Þá koma Skagamenn. Upp kanalinn hérna og hérna kemur eldfljót upp Gísli Laxdal en nær honum ekki. Heimamenn eiga þetta innkast. Koma heimamenn. Það verður spila Rasmus fyrir í eitt langan. Jájú. Ekki alveg nógu góð sending. Árni handsamar hann. Já. Sá er búinn að vera góður í þessu leik. Já, það má ég veið það. Fyrir utan þessi mistök þarna í fyrra hálfleik þegar Gauti komst í gott færi. Já. Mist hann hana. Já, alveg rétt. Já, við kennum ekki bara sólinu það. Jú. Þótt að við séum nú ekki Skagamenn. Það er alveg hannig. Hrikalega gaman að sjá. Við kíktum aðeins út í hálfleik og út á pallana og gaman að sjá allt lífið í stúkunni. Ef við förum aðeins yfir svona fræga einstaklinga
sem við sáum í hálfleik, þá voru Gunnar Birgis og Sigurður Gísli Bond, þeir voru í VIP sætunum að fá sér steik og rautt. Þeir voru enda báðir í Pepsi Max, held ég. Ok. Þeir eru þetta bindindismenn. Já. Já, það var gaman að hitta þá. Og Jason Daði, hann var á svæðinu. Eyþór Aron Völler. Hér færi hins vegar. Skalla frá, flugskalli frá. Já. Jörundur Áki, hann er á svæðinu, ég hitti hann á hann. Já. Og Úlfur, þjálfari Fjölnis, hann er mættur til að fylgjast með. Jú. Þeir eru að leika á morgun. Þannig að það er alls konar menn hérna. Menn mættir og konur. Já. Hildi betur. Ná koma heimamenn. Spurning hvort að einhverjir gamlir skamenn séu mættir á völlinn. Siggi Jóns eða... Já, góð spurning. Eða einhverjir álíka. Hvort að þeir látið sjá sig í svona Hvalfjarðarslag. Einmitt. Elmar hérna. Rasmus. Það er upp í horn. Það er diagonal og... Aftur þetta léleg sending, en Gauti hins vegar. Þetta er stórhættulegt. Stjaka hans við honum með Gauti. Gauti, hann baðst afsökunar strax og vissi alveg, sá að sér og þetta var algjört óvilja verk held ég. Algjörlega. Gauti er ekki, hann er ekki gerður þannig. Nei. Hann fari í einhverja fólsku tæklingar. Og þetta var algjörlega óviljandi held ég og hann tekur bara í spaðan á honum og ég held að þeir séu bara að sættast núna. Já. Smá óþarfa hérna hjá skagamönnum að hrinda Gauta hana. Já. En hvað það? Hvað það? Vonandi sé bara í lagi með hana. Hann er staðinn upp. Fögnu því. Já, þetta er topp gæi. Já. Þá koma skagamenn. Fara þeir í langan, já. Gera það. Gunnar missir eftir hann aðeins. Slappum með þetta. Nú er það Aron Eli. Gunnar. Já, núna er svona, það er skrítinn tími í leiknum núna. Já, það er rétt. Núna hljóta heimamenn að hugsa með sér að þeir þurfa að fara að komast í einhver færi. Já, nefnilega. Hvað á hverju? Það er alveg rétt. Það er lítið fyrir utan þetta færi þarna eftir klafsið á átnamarinu og þá hefur ekkert verið dauðafæri hjá heimamönnum. Nei, ekkert þannig. Skagamenn þeir mega alveg fá virðingu fyrir það. Já, klálega. Og varnarleikur. Þétti fyrir. Arnór út í hermein. Ásgeir. Hann vil spila. Og Óli hvað? Jensen gerir vel. Heldur í hann. Frank skiptur hún yfir á Aron Eli. Það er aðeins að sækja hann. Já, þeir þurfa bara svolítið að resetta núna held ég. Erfið tilraun hann. Svolítið svona kjánalegt núna. En hér koma skagamenn. Gísli.
Hvað gerir hann? Fínni stöðu. Frábær bolti og 2-0. Gísli Laxdal. Já, sá er góður. Má nú eiga það, strákurinn. Gísli Laxdal, hann er búinn að fá okkur tvö færi til að gefa hann fyrir og hann kemur bara með geðveika bolta. Beint í svæðið. Og sóknarmaður vill fá hann í. Það er 2-0 fyrir Skagann. 2-0 fyrir Skagann. Skellur fyrir heimamenn. Nú er þetta orðið brekka. Heldur betur. Nú reynir á heimamenn. Hýsa upp þessi brekkunnar. Það eru 2-0. Þeir hafa ekki lent í þessu sumar að lenda 2 mörkum undir. Nei. Gott fyrir deildina myndi einhver segja. Já, einhver myndi segja það. Hugsaði það. En Mosfellingar eflaust ósammála því. Jú, jú. Viktor Jónsson með 2 mörk í dag. Já. Já, vel gert. Ekki alveg nógu góð sending hana. Rasmus. Gunnar. Ásgeir hérna. Rasmus verið eitt langan. Þetta skiptið hefnast það. Þetta er hræðileg sending. Núna eru Mosfellingar máttlausir. Já. Það er nefnilega hannig. Svolítið slegnir virðist vera. Já, en þetta er frábær leikur hjá Skagamönnum. Þeir koma hérna, mæta efsta liðinu og spila bara góðan leik. Algjörlega. Bara mjög vel uppsettur. Já, já. Það er alveg rétt. Hérna koma heimamenn. Já, Elmar. Broti hérna á hverjum. Það er alltaf verið að vitlaust broti á Kókits. Heimamenn þurfa að koma með mark mjög fljótlega. Já, helst fyrir, allan fyrir 70. Já. Blessið þig. Það var Ásgeir Martins. Stendur yfir þessu hérna. Léleg sending. Skalla frá. Ekki góð sending. Það hefur aðeins vantað upp á sendingunar í heimamönnum í dag. Hér er Ásgeir. Klauði. Brýtir sen á sér. Þetta er bara ekki nóg gott hjá heimamönnum. Nei. Það er bara þannig. Skagamenn eru bara grjótharðir. Já, já. Og Jón Gísli Eyland gefur hann bara hérna á Jónas Val. Jón Gísli auðvitað uppalinn á Sauðárkróki. Þetta kemur á Gauti og Broti á honum og þetta hlýtur að vera rautt. Gult eða rautt. Þetta er upplagt marktækifæri. Hvað gerir dómarinn? Þetta hlýtur að vera rautt. Nei! Það er yellow. Þetta er ótrúlega. Þetta er alltaf rautt spjald. Já, er það ekki? Hann er einn á móti markmanni. Hann er bara að Sorry, hlaupa inn í hægri markið. bakvörðurinn er aldrei að fara að ná hann. Hann er bara að hlaupa inn í markið og... Ég skil þetta. Jæja. Þetta er náttúrulega galið.
Ég verð að sjá þetta aftur. Já, þetta var skrautlegt. Heppinn að fá gultan. Já, aukastundar rétt fyrir utan teig. Þetta er eins og gott færi. Ég er að horfa á þetta aftur, hann er 1 á móti marki. Já, þetta er nefnilega ótrúlegt sko. Þetta er, já. En, fínt færi fyrir heimamenn. Ásgeir Marteins stendur yfir þessu, það er spurning hvort hann færi nær. Nelly getur líka skotið. Undir vegginn og Árni Marnóver. Beint á markmanninn. Það var ekki gott. Beint á markmanninn. Jæja. Það hefði þurft mark. Já. Til að hleypa lífi í þetta. Gunnar. Hann verður gert hjá skamanum. Indriði. Gísli, maður leiksins, líka til. Klárt. Skalli frá. Ásgeir. Elmar hérna. Elmar. Það gerir vel. Tegin. En hvað er þetta? Elmar er brjálaður. Já, ekki sáttur með sjálf sig. Og það er tvöföld hjá heimamönnum. Tvöföldbreyting. Andri Freyr. Kóngurinn. Já, kemur inn á fyrir 60. mínútu, við sjáum þetta ekki oft. Fyrir hvern. Það er fróðlegt að sjá. Það er Bjarni Páll sem er að fara út á allána. Og Arnór Gauti er farin út af. Og Bjartur Bjarmi og og Andri Freyr kom inn á. Það er spurning hvort að þeir geta breytt einhverju. Já. Það verður fróðlegt að sjá hvað þeir gera. Arnór Gauti kom sér í fína stöður og fekk þessi hérna 2 gulu spjöld. Já. Vinnur sem saman voru umdeild en sérstaklega seinna. Og eftir að hafa skoðað endursýninguna, klárlega finnst mér að þetta hafa átt að vera rautt spjald. Já, ég er nefnilega sammála því. Hann rænir honum upplögðu tækifæri. Já. Hér er Andri, gerir vel. Og hann koma hér Aron Eli með pláss. Hellingasvæði. Þá er yfirleitt hætta. Það er fjóð. Þetta er frábært mark! Ásgeir Marteinsson með vinstri. Það held ég nú. Þetta er orðið leikur. Þetta var bara með samskipti. Það er orðið 2-1. Koma heimamenn. Þetta var ekki lengi að gerast þetta skiptinguna. Það voru 3-4 sendingar. Nýtmjög sendinga Ásgeir Marteins með vinstri viðstöðlust upp í samskipti. Andri sækir boltan. Áfram með leikinn, segir hann. Þetta er orðið leikur. Þvílíkur leikur sem við erum að fá hérna. Frábær leikur og ég vona að þetta veri spennandi lokamínútur. Já. Seiðkallinn, hann galdraði þetta út á hattinu sínu. Gerði það. Gerði það vel. Og með jafnari fætur, eins og við köllum það. Hérna fer leikmaður númer 8 út af hjá Skaganum. Það er auðvitað hann... Ingi Þór. Jú. Og inn á kemur leikmaður númer... Hvað var það? 16? Eða hvað? Já, ég sá það ekki alveg. Eða er það... Mér sýnist að vera nýji leikmaðurinn. Albert Hafsteins. Glæninn leikmaður frá Fram sem að... Fá hann inn. Fram eru auðvitað... Já, þeir eru í hörku fallbaráttu í efstu deild. Já. Og missa einn af sínum bestu leikmannum. Mikill skamaður auðvitað, Albert Hafsteins. Hér er klaufalegt brot hjá Bogga.
Mjög klaufalegt. Skagamenn getur nýtt sér þetta. Boltinn enda fyrir. Og 3-1. Það er orðið 3-1. Frábær fyrirgjöf og skallinn beint fyrir fram markið. Sá ekki alveg hver þetta var. Þeir eru ekki lengi að svara Skagamenn. Nei, skellur fyrir heimamenn. En vel gert hjá Skaganum. Klaufalegt hjá heimamönnum. Klaufalegt brot hjá Gogga hérna með dragandanum. Óþarfi. En Þetta Steinar. svona er þetta. Er þetta Steinar Þorsteins eða hvað? Nei, þetta er þetta er Hlynur Sævar með sitt 5. mark í sumar úr Hafsend. Ótrúlegt. Það er ótrúlegt. 5 mörk úr Það er vel Hafsendum. Hann er næst markastur í Skagaliðinu. Ansi vel gert. En bara hérna Klaufi. Léleg sending. Koma Skagamenn. Viktor Jóns missir hann hana. Það koma þeir aftur. Aðeins svo fastar á því. Ásgeir. Já, Ásgeir Frank. Nú verða heimamenn að svara strax. Já, heldur betur. Ásgeir. Ásgeir. Ekki dæmt og heimamenn eiga innkastið. Aftar, segir dómarinn. Já, vel spilað. Georg Frábær Klaufi tækling. missar Nasaland frá sér. Yngvesti hérna rétt í hotfónan. Það var að Bjartur Bjarmi Rangstad. Þetta er klaufalegt. Já, hræðilega lélegt. Já, þetta lítur vel út fyrir gestina. Það verður bara að segjast alveg svo er. Já, þeir eru bara búin að vera, þeir eru þetta skilið bara. Já, sammála því. Miklu betri. Miklu betri. Eiga er séns í efsta sætið, Skaginn. Já, já, klárlega. Nóg eftir þessu móti og Þeir eru núna, ef þetta endar svona, þá eru þeir 8 stigum frá toppnum. já, þetta er fljótt að gerast. Við sitjum í öðru sæti. Já. Rasmus. Það er nóg eftir þessu leik. Já, nóg eftir þessu leik. Klára menn leik. Tölum svo yfirhefðið og hvað getur gerst. Viktor Jóns gerir vel, heldur vel í hann, en ónákvæm sending, Árni Elín á teginn og Árni Marino. Missir hann. Ásgeir Marteins, skýtur skotið en Árni Marino Klaufi. er búinn að vera frábær þessu leik. Já, sammála því. Ásgeir hérna hefði mátt gera betur.
Sindri. Já, góð sending hérna. Frábær sending. Ég er að Skaginn í hætta. hörkusjens núna. Þetta er þeirra upp á staðaboltinn og teginn og Viktor Jónsson. Það eru 4-1. Hörmulegu varnarleikur hjá Aftureldingarliðinu. Þetta er bara til skammar. Já, þetta er eiginlega ekki nóg gott. Er að þrenna? Er að þrenna? Já. Það er þrenna. Skagalið frábært í dag. Já. Sérstaklega í skyndisókn. Þetta er ekki. Glimleikar. Það har bara verið miklu betri í dag. Svo einfalt er það. Afturelding byrjaði leikinn aftur á 4-1 undir. Það skellur fyrir heimamenn á Mosfellsbæinn. Það verður bara viðurkennast. Óskar hérna. Það gerir vel. Aron Eli. Já, vel spilað. Það gerir vel. Það er hotspinna, já. Það er hot. Já, boltinn frá. Já, vel gert hjá Skagamönnum, komið sér burt. Rasmus hefur átt betri leiki, það verður bara að segja starfis vel. Já. Ekki gert nógu vel þegar fyrirgjafarnir hafa komið. Gísli. Já, þetta er ekki náttúrulega held ég. Er hann Steinar. ástæður eitthvað? Nei, Steinar á það er fyrir og það var 5-1. Þarna. Þetta er niðurlæging. Já, niðurlæging. Skaginn er að niðurlægja Aftureldingu. Rasmus kallar menn saman og vill fá fund. Og Rasmus vill fá fund á liðinu. Hann fá fund. Já. Það hefur sendt fundaboð, fengið svar. Já. Það er neyðarfundur. Þetta er ekki nógu gott. Það er bara viðurkennast. Það er krísa í Mosó syngja Skagamenn. Ég veit nú ekki Já, ég veit nú ekki með það. En gaman að þessu. Jú, jú. Fíla góðan bandir. Já, já. Það er bara 5-1. Hver ætti vona þessu? Já. Næja. Spurning hvað þið gera heima. Já. Hvert uppleggi er. Það er hotspinna. Það er stutt.
Viktor Vefili 5, hann greinilega komið með 4. Já. Innkastið hérna. Og hvað? Fín fyrirgjöf. Skotið en Ég menn enn. kiks. Það summerar upp leikinni á heimamönnum. Það var Gísli, en Rasmus gerir vel. Já, Ásgeir hérna. Frank og Svo Elmar. í færi, bolti fyrir, Elmar með skalla og framhjá. Ég menn enn. Þarna átti hann að gera betur, strákurinn. Þetta er bara svona dagur hjá heimamönnum. Gengur ekkert upp. Já. 5-1. Aron Eli finnur hérna andra og brotir á hann. Brotið á andra. Það er skipting. Hrafn Guðmunds og Sævar Atli að koma inn á, sýnist mér. Ásgeir út af. Og hinn Ásgeir. Elmar. Aron Eli. Fínt hlaup frá anda en það hann ekki. Elmar út vinstra megin. Rasmus hérna með hann. Rasmus, fundurinn hefur ekki virkað sem skildi. Já. Já, betri leiki. Það verður bara að segja. Þetta var ákveðin upplýsingafundur, ekki kannski. Þetta var ekki fundur til þess að, já. Hvað við stöðuna þetta? Já, þessi fundur skilaði ekki miklu nema bara að koma einhverjum upplýsingum áleiðis. Einmitt. Þannig var allan ekki skila marki hingað til. Nei, nei. Þetta er alveg... Rasmus sé nú fínn í þessu held ég. Topp maður, sko. Fundi. Nei, nú. Uss. Viktor Veit ég nú ekki með þetta hjá Akranesi. Fara og... Dauða færi hérna og það er orðið... Hann er vel reyndar, en þessi leikaraskapur, ég kæri mig ekki um það. Og varnarleikurinn, úff, ég menn einnig. Gaman að sjá Kitta Pípara hérna á Twitter vera fjall okkur. Hann á þetta ættir að reykja til Skagafjarðar ef mér skjáttlast ekki, þvílíkur toppmaður en já, ég óska honum bara til hamingju með þennan leik hérna. Já, við gerum það. Kitti Pípara til lukku með þetta. Og já. Hér er hornspyrna. Það er þetta
Skagamenn að gera, allar að bæta við. Elmar. Komans að Rauðir öskrar Hanna sín, sammála því. Já. Brotið hérna á Sævar alltaf og dæmt strax, gult spjald. Skagamenn ekki sáttir við þetta gula. Ekki sáttir með þetta. Þeir láta Veilið sér heyra. Jú. Þetta lítur nú bara alls ekki vel út. Nei. Þetta svona fjara út bara. Já. Þetta búið. Liggja bara aðeins og já, það væri nú gaman samt að fá Kitta Pípara einhvern tímann í stúdíu að lýsa með mér. Það væri veisla. Já, algjör veisla. Og við bjóðum hann bara velkominn næst þegar hann vill koma í Mosó að kíkja á okkur. Ég segi það. Við erum klárir. Já, við getum farið yfir titilinn á stólunum núna í vor og farið aðeins yfir mekanisman á því. Það er 360 gráður. Já. Það var auðvitað kærkominn titill norður í fjörð. Já. En hvað það? Þetta betur. En það verður gaman auðvitað að sjá umspilið eða playoff eða hvað þetta heitir í lengjudeildinni núna í síðsumar eða í haust og gaman að sjá svona hversu spennandi þetta verður. Einmitt. Það er þetta mikið að keppa og einhver liðin munu bara vera sátt að vera í 5. sæti og geta reynt að komast upp á þann máta. Akkurat. En þetta er mjög þéttur pakki þarna 2 til 5, 2 til 6. Já. Þannig að þetta verður skemmtilegt. Það verður nefnilega helviti skemmtilegt, afsakið orðbræði. Já, ég er bara drullu helviti skemmtilegt. Já. Djöfull skemmtilegt. Hér er Aron. Aron Eli, hann hefur átt betri leiki. Já. Eins og flestir. Jöra var kominn inn á. Já. En uppaldi Víkingurinn. Já. Hér er boltinn. Skagamenn leysa þetta. Já. Eins og flest annað. Ekkert brot, Andri út á Hrafn, 1-1, inn á hægri fótinn. Skottur í slóna. Samuel. Þetta var bylmingsskot. Já. 9 mínútur eftir núna. Segja mátt. Syngja í netinu. Það verður gott fyrir Kauða. En, hotspinna. Og hvað? Kíli frá annað hotn. Teginn og hvað? Árni Marino. Aftur hotspinna. Slæðir hann svolítið svona niður í grasið og skalla frá aftur. Árni Marino slæðir aftur frá. Já, Sá er búinn að eiga góðan leik. Það má eiga það. Skotið og... það er mark! Það er orðið 50 og Árni Marino er brjálaður, hleypur hérna á dómarnum. 5-2. Þetta dugir skammt held ég fyrir hinn og menn. En þetta koma marki inn samt sem áður. Laga stöðuna. Laga stöðuna, Emil.
Hér koma Skagamenn hins vegar. Bolti fyrir. Boltinn á teginu, hvað gera það núna? Skagamenn, þeir eru bara strax komin í sókn og skoti, en Jevgen ver Varnarleikurinn hefur ekki verið upp á marga fiska. eðlilega ekki, þeir eru búin að fá svo 5 mörk. Já, Þetta er hræðilegt. akkurat. Það er bara þannig. Ég er ekki viss að Skagamenn hafa skorað jafn mörg mörk í einu leik í sumar og í dag. Nei, einmitt. Draumaleikur á þeim. En þetta skiptir allt máli. Þeir fengu gríðarlegan stuðning í dag. Já. Margt fólk sem kom ofan að Skipaskaga og hittust fyrir leik og sungu og trölluðu og... Einmitt. Það skiptir allt máli. Já. Gerir það. Og við höfum innkast. Það er vel gert. Skotið en komast fyrir þetta. Klaufalegt brot þarna en hvað er það? Skiptir ekki öllu. Þetta er búið. Lítið eftir. Það koma Skagamenn. Hér er Elmar, brotið á honum en áfram með leikinn. Já, vel spilað. Já. Og það er nú fín stað fyrir Ólafur Jensen út á Hrafn. hann með Arneli með sér. Hægist svolítið á þessu. Hrafn, svolítið þessu fyrir strákur. Nei. Klaufalegt. Síðastu þriðjungur hefur ekki verið nógu góður. Nei, heldur betur ekki og hér er vel gert hjá Bjart Bjarma. Já. Arneli. Georg. En léleg fyrirgjöf. Ekki góður leikur í honum. Það verður bara að viðurkennast. Vel spilað á Akranes. Gísli með plás. Gísli Laxdal. Hvað gerir Rasmus? Gísli. Skotið og vel varist þarna í fyrsta skipti bara í langan tíma. Já. Hrafnirna. Fær hann. Og hvað? Fín sókn. En ekki nógu vel framkvæmt þarna í lokin. Já, fín pressa. 3 mínútur eftir á þessu. Það er liðið væntanlega bara að bíða eftir að þetta klárist. Já. Vel gert hjá Andra. Elmar. Hrafn Guðmunds.
Elmar skærin Ólafur Jensen það vola döft yfir þessu núna Já. Aron, boltinn á tegin Það engin. þeir yfir á fjær, jú Georg Mætir hérna. aftur inn á tegin, Andri með Andri. skalla og rétt framhjá, eða svolítið framhjá, já og það var að skipting hjá Akranes tvöföld skipting það var að Viktor Jónsson sem að fær heiðurskiptingu frábær í dag maður leiksins Já, klart mál. og Steinar Þorsteins fer sömuleiðis út af og Árni Salvar kom inn á hérna er Akranes aftur í fari og gerir vel hana skotið og vel varist hjá Gunnari Bergmann það var Breki Þór sem er nýkominn inn á komið 90. mínúta núna spurning hvað dómarar leiksins bæta mikið við okkur er allavega byrja að leiðast þessi vitleysa hérna Já, það alveg þannig. ekki vanið að tapa hérna og þetta verður fyrsta tap Aftureldingar í sumar Já. súrt er það en kannski alveg hægt að búast við því á einhverjum tímapunkti og Jevgen leið mig frá hérna það er ekki hægt að vera ofgráður það fær aukaspyrnu Skagamenn alveg trilltir Trilltir í stöðunni 5-2 það er eins og það er það eru 5 mínútur upp út tíma Já, það er ekkert annað það eru öll þessi mörk væntanlega Já. Já, fínt spil Aron Eli Klaufi hana vel gert hjá Skaganum Já. Aron gerir vel fyrir núna eða hvað, nei og innkastið er heimamanna Rasmus léleg sending hörmulegur leikur hjá Rasmus en já, hann kemur sterkur tilbaka besti leikur allra held ég Já, það í sumar svolítið hannig Ólafur Jensen kannski búinn að vera fínn en fleiri ekki Já, það er rétt Ólafur Ólafur farin aftur Rasmus Ólafur, núna erum við bara að bíða eftir flautinu það verður einhverja 2-3 mínútur í viðbót við bara já, þessi leikur einkenndist bara af miklu skipulagi gestanna frábærlega uppsettur leikur hjá Jón Þóri þeir komast yfir og eftir það þá sáum við heimamenn ekki til sólar Já, það er rétt metið þess fáránlega góðir á counterinu Já Gísli Laxdal fór þar fremst í flokki þegar hann komst í færi eða hálffæri þá kom hann alltaf með réttu sendinguna Já og Viktor Jóns kláraði allt sem hann komst í hérna koma Aftureldingarmenn og Elmar Kokic vill skora annað í sumar og gerir það hann er komið með 15 mörk, nei, Rangstad eftir saga heimamanna í sumar ekki sumar í þessu leik, sorry Rangstaður
Það er í sjálf og sér ekkert lélegt að skora 2 móti Skaganum sko, Nei, nei. en varnarleikurinn, úff. Hræðilegur. Það er skipting, inn á kemur leikmaður númer 15 og út á kemur leikmaður númer 17, Gísli Lagsdal, sem er búinn að vera frábær Já, bara mjög flottur. Unun að fylgjast með Já. þessum dreng. Og hann fer í val eftir smá bara, í rauninni, eftir tímabilið. Og maður kíkir á Twitter og þá er verið að fagna því að Invincibles 2005 partí er hjá Sigga Sörens, miklum framsóknarmanni í kvöld. Já. Þar sem að Blikar eru að vernda Invincibles Já. Sörens vantilega sáttur. Já, Sörens toppmaður. Já, kóngurinn. Hann er sáttur, mikill Bliki. Og ef ég þekki hann rétt, þá heldur hann alvöru partí. Siggi Sör. Akkurat. Það er gaman að þessu. Það er gaman að lengjan sé að vekja áhuga. Vekja athygli á Twitter. Kristján Óli, hann átti heiðurinn á þessu tweeti. Já. Svo að við gefum honum aðeins kredit. Já. Þótt að hann sé úr Húnavatnssýslunum. Já. Hér koma heimamenn. Þetta er bara svona dagur. Svona dagur. Skagamenn koma askvaðandi hérna upp aftur og boltinn fyrir, en ég kemst inn í þetta, nú hlýtur hann að fara að flauta þetta af eða hvað? Vel gert í andra. Elmar skæri sín og komdu með fyrir, drengur. Kemur hann fyrir, hotspyrna. Síðustu andartök leiksins. Nú er þetta bara eitthvað markarekord, hver ætlar að skora. Þetta skiptir engu máli nema bara upp á markatölu, en afturlíkur lang efstir þar. Og Steinn dettur hérna fyrir framan allt og alla og þá flautar hann til leiks. Loka afturlíking 2, IA 5. Skagamenn miklu betri í kvöld, Kjartan. Já. Þetta hleypir deildinni aðeins á loft, ekki laust loft en aðeins á loft. Já, þetta er gott fyrir deildina, myndi einhver segja. Við látum það vera lokaorðin. Þökkum fyrir okkur. Takk fyrir. Bless.